sem umræða félagslegar leiguíbúðir í Reykjavík. Þá tekur borgarstjóri fyrst, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir fyrst til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, við ætlum að ræða félagslegar almennar leiguíbúðir. Við höfum ítrekað rætt það í borgarstjórn á síðustu rúmum 2,5 ári, en þetta eitthvað sem við þurfum endalaust að vera á tánum með. Og það hafa auðvitað verið greinaskrif núna undanfarið sem hafa verið kallað alls konar bull og blaður og svo framvegis. En ég held að við eigum bara að renna, allavega að minnsta kosti ætla ég að gera það yfir staðreyndirnar. Með leyfi forseta vil ég byrja á því að lesa innganginn í húsnæðisstefnu borgarinnar frá árinu 2011. En þar segir: Stefna Reykjavíkurborgar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa, óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Borgarbúa þurfa að geta eignast og eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni. Fjölbreytt framboð þarf að vera í boði í hverju hverfi. Tilvitnun lýkur. Þetta mjög fallegur inngangur. Það eiga allir borgarbúar, hvort sem þeir þurfa á stuðningi að halda eða ekki, að eiga kost á öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði. Þetta auðvitað einhver stefna og setningar sem engan veginn hægt að standa við. Og það hefur borgin auðvitað vitað á þeim árum síðan að þessi húsnæðisstefna var sett árinu 2011. Borginni ber skylda til þess að sjá þá aðila sem að þurfa á félagslegu almennu leiguhúsnæði að ræða. Og annað sem borginni ber skylda til sem hluti af þessu vandamáli, að það auðvitað úthluta lóðum. Og það sem tengist þessu vandamáli í borginni auðvitað þessi lóðaskortur sem við höfum margoft rætt og farið yfir meðal annars að borgin úthlutaði til dæmis engri fjölbýlishúsalóð með fleiri en 5 íbúðum á síðasta ári. Og þegar við fengum svörin í byrjun árs hvenær borgin úthlutaði síðast fjölbýlishúsum með fleiri en 5 íbúðum í húsi, þá var það rúmlega yfir 5 ára tímabil. Við þekkjum auðvitað svörin sem við höfum fengið varðandi lóðaúthlutanir sem til stendur að gera, meðal annars lista borgarstjóra frá því fyrir árinu 12 lóðir sem á að úthluta fyrir samtals 1200 íbúðir. En það þarf að gera betur. Ef við skoðum aðeins staðreyndirnar í þessu máli, að þá voru 723 á biðlista eftir félagslegum almennum leiguíbúðum í lok síðasta árs. Staðan núna, 1. september, þá eru 844 á biðlista. Það fjölgað 121 á biðlista á þessum 9 mánuðum. Þegar skoðuð greinargerð velferðarsviðs lykiltölur með fjárhagsáætluninni, þá gert ráð fyrir því að í árslok verði 856 manns á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði og talan verði komin í 745 í árslok á næsta ári og verði 22 íbúðum eða 22 fleiri á biðlista heldur voru í árslok 2015. Þannig við sjáum að þessum tölum að það gengur ekkert að fækka á þessum biðlistum. Ef við skoðum tölurnar sem gefnar upp á heimasíðu félagsbústaða varðandi fjölda, og ég eingöngu að tala félagslegar almennar leiguíbúðir, ég ekki að tala sértök búsetuúrræði eða íbúðir fyrir aldraða, eingöngu almennar félagslegar leiguíbúðir, að þá þekkjum við það að þessum íbúðum fækkaði eftir árið 2009 og 2010. Og miðað við stöðuna eins og hún í dag frá þeim árum, þar sem 2009 og 2010, þá þetta 72 íbúðir sem hefur verið fjölgað. Á þessu tímabili frá því árslok 2014 að þá búið að fjölga núna í dag tæpar 100 íbúðir, en ætti að rauninni að vera 200 miðað við stefnu borgarstjórnar að fjölga þeim 100 íbúðir á ári.
Þannig að við erum ekki að ná þessum markmiðum sem voru sett. Og hvað spilar inn í? Það er auðvitað ýmislegt. Það er lítið framboð af húsnæði. Einn sagði það daginn í hálfgerðu gríni, eða kannski ekki, að það væri búið að selja síðustu íbúðina í Reykjavík. Þegar maður talar við fasteignasala, þá var viðtal við formann félag fasteignasala daginn, þar sem hann greindi frá því að það er sama sem ekkert á sölu í Reykjavík. Og það þekkjum við. Ef íbúðum fjölgar hægar heldur en að gert er ráð fyrir, og ég ætla ekki að fara í það að hefur verið fjölga byggingarleyfum, en staðreyndin er einfaldlega sú, það tekur tíma að byggja og fullbúnum íbúðum hefur seinkað verulega. Þessar tölur eru allar inn á fasteignamatinu og það er hægt að kynna sér þær þar. En það sem það er þessi staðreynd, hvernig ætlum við að ná að fjölga þessum félagslegu almennu leiguíbúðum? Við erum ekki að ná í skottið á okkur, það er bara staðreynd. Við höfum ekki náð að fjölga þeim 100 íbúðir á ári frá því að síðustu borgarstjórnarkosningar voru. Það eru komið næstu 2,5 ár síðan. Við höfum náð að fjölga 99. Þar af eru 47 íbúðirnar sem keyptar voru af Íbúðalánasjóði á gamlársdegi í fyrra og mér þætti vænt að fá upplýsingar frá borgarstjóra hvort að þessar 47 íbúðir sem voru keyptar af félagsbústöðum á gamlársdegi í fyrra, hvort að það sé einhver slík íbúð sem hefur losnað og farið í úthlutun annar staðar og hvort að þessir aðilar sem voru í þeim íbúðum, því þetta voru uppboðsíbúðir, hvort að eitthvað af þessum aðilum, 47 sem voru í þeim íbúðum, hvort að þeir séu komnir á biðlista hjá félagsbústöðum eða inn í kerfið, eða hvað margir eru ennþá í þessum íbúðum og hvort einhver hafi bæst við. Mér langar einnig til þess að fá, ef borgarstjóri er með einhverja greiningu á því, á þessari fjölgun sem hefur orðið á þessum 9 mánuðum, að 120 manns hafi fjölgað á biðlista. Að talan sé komin upp í 844 1. september síðastliðinn en var í 723 í árslok. Og ég held að það sé alveg ljóst að þetta verður ekki leyst nema með því að borgin byggi og mér er fullkunnugt það að borgin er að fara byggja svokölluð Reykjavíkurhús á nokkrum stöðum þar sem að verða keyptar íbúðir fyrir félagsbústaði og víðar séu ákvæði að félagsbústaðir hafi 5% kauprétt eða forkaupsrétt. En við vitum það líka, miðað við þann tíma sem tekur að byggja, að þá mun taka að minnsta kosti 10 ár ekki meira að ná upp í þennan fjölda sem vantar. Og miðað við fjölgunum 500 leiguíbúðir eða félagslega leiguíbúðir á 5 árum, að við erum komin nú þegar í 2 ár og við erum innan við 100 í fjölgun. Þannig eitthvað þarf að gera, eitthvað þarf að breytast. Og ég hef nú rætt það áður að við viljum félagslega blöndun, að það geta skapast vandamál þegar að það er of einhliða í húsum eða hverfum, en hins vegar vil ég ítreka það sem ég oft bent á. Að það er spurning hvort að það skapi nokkur félagsleg vandamál eða ykkur vandamál að einstaklingar sem eru með engin börn, til dæmis einhleypt fólk yfir 50, hvort að það sé nokkur félagsleg hætta því að slíkt fólk búi saman í blokk á stað sem er bara innan aðra. Þannig að þetta er líka stærsti hópurinn, einhleypt fólk, og við náum þess ekki. Við náum því ekki að koma í veg fyrir það eða takast á við þennan vanda nema við förum einhverja aðra leiðir heldur en að búið er að fara. Ég geri mér fulla grein fyrir því að þetta mun takast á endanum að kaupa félagsbústaði kaupi 5% eða félagsbústaði verði með í þessum byggingum sem verið er að byggja, en það mun taka mörg ár. Og við sjáum bara þessari fjölgun og biðlista þessu ári að borgin er ekki að ráða við þetta. Núna verður að setjast niður og það verður að hugsa út fyrir kassan. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir að þessi bryddað upp á þessu mikilvæga umræðefni hérna sem fjöldi félagslegra leiguíbúða og það er fullt tilefni til þess vegna þess að það hefur ýmsum verið slegið fram undanfarið sem að hefur ruglað alls konar gott fólk í rýminu og bara fínt að fá þetta á hreint. Því að nákvæmlega eins og borgarfulltrúinn sagði að þá er ærið verkefnið samt og við þurfum ekki vera að takast á tölur. En ég ætla aðeins að fara yfir það og það er alveg rétt að það er hægt að nefna og það er reyndar vont að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sé ekki hér vegna þess að hann slóði fram að félagslegum leiguíbúðum í Reykjavík hefði ekki fjölgað eina einustu síðan 2010 sem er augljóslega rangt eins og líklega flestir í þessum sal vita. Eina tímabilið þar sem þeim fjölgaði ekki neitt var milli 2008 og 2010, strax eftir hrun. Nema þá að þá fjölgaði vísu aðeins þjónustuíbúðum aldraðra. En félagslegu leiguíbúðunum er skipt í almenna félagslega leiguíbúðir sem hafa verið fyrirferðarmestar í þessari umræðu, þjónustuíbúðir aldraðra, sérstök búsetuúrræði og þetta hefur oft verið dregið saman í félagslega leiguíbúðir alls. Og þetta stopp sem var eftir hrunið var ekki bara vegna þess að Reykjavík þurfti að draga að sér höndunum í öllu, heldur líka vegna þess að félagsbústaðir sjálfir sem fyrirtæki fengu þetta á sig töluvert högg. Eins og önnur fasteignafélög og félagsbústaðir reyndar eitt af þeim fáu sem stóðu hrunið af sér. Langflest fasteignafélög, jafnvel þessi stærstu, fóru á hliðina. Þar á meðal mörg þeirra stærstu einkaeigu. En að því að hér var nefnd líka stefnan sem var samþykkt af öllum hér 2011 að þá var hugsunin ekki sú sem að sumir hafa sagt að hafi verið stefnan alla tíð að fjölga 100 á ári. Nei, hugsunin var að fjölga ekki þessar 100 ári í eignasafninu heldur styðja fólki gegnum sérstakar húsaleigubætur. Það voru ekki allir með sannfæringu fyrir þessum þætti í stefnunni, meðal annars Elín Oddný Sigurðardóttir sem hér situr og hún tók þetta upp að við vorum með þverpólitískan innleiðingarhóp og ræddum þetta mikið. Þegar við fórum að taka eftir því að voru ýmis fasteignafélög sem voru farin að kaupa íbúðir í stórum stíl og það var bið á því að fá í raun heildstæða umgjörð sem gerði langtíma leigumarkað öruggari en hann hafði verið, sem í raunin forsenda fyrir þess að sérstakar húsaleigubætur virki til fulls, að þá endurskoðuðum við þetta árið 2013. Þannig að í tillögum innleiðingarhópsins sem voru lagðar fyrir borgarráð haustið 2013 að þá er sett það markmið að bæta við eignasafn félagsbústaða 500 félagslegum leiguíbúðum. En hvernig hafa þær þá þróast? Jú, það var lítil heildarfjölgun þess vegna þessi ár en við verðum þó alltaf að horfa þarna líka á línuna sem að lista sértæku búsetuúrræðum því að sumar almenna félagslega leiguíbúðir sem að þar sem að fatlað fólk bjó voru endurskilgreindar, ef ég skil þetta rétt. Voru endurskilgreindar þannig að það er ekki það að ræða að félagslegum leiguíbúðum hafi fækkað í stórum stíl þegar að milli árunna 2010 og 2011 þegar að skilgreiningartalan lækkar samt, heldur koma inn 115 sérstök búsetuúrræði sem annars vegar voru húsnæði sem var keypt af ríkinu og hins vegar þessi endurskilgreining á hluta íbúðanna sem að borgin bjó yfir. Þannig að heildartalan ef við tökum þetta allt saman að þá voru þetta íbúðir sem voru 2154 2010 og eru í dag 2326. Þeim hefur einkum fjölgað núna þessum almennu félagslegu á síðasta ári
2015 og það er alveg rétt að íbúðalánasjóðs íbúðirnar voru hluti af því og reyndar mikilvægur hluti af því því að það er alveg rétt að það hefur gengið illa að kaupa og það var bara allir viðurkennt það og þess vegna höfum við að fara þessar aðrar leiðir eins og borgarfulltrúi nefndi. Það er að segja að skilgreina bæði kauprétt á íbúðum sem eru á svæðum sem að verktakar að byggja á og líka skilgreina á þeim lóðum sem við ætlum að bjóða einhverju leyti út eins og í Vesturbuktinni hluta þessara svæða sem við höfum kallað Reykjavíkurhúsin fyrir félagslegt húsnæði. Þannig að við höfum gert ráð fyrir því að í Vesturbuktinni muni félagsbústaðar eignast alltaf 40 íbúðir og þó nokkuð hátt hlutfall líka á Kirkjusandi svo dæmi sé nefnt. En við höfum líka verið að vinna því með öðrum samstarfsaðilum sem við höfum verið að úthluta lóðum eins og Búseta að þeir byggi en við kaupum í raun í nokkurs konar forkaupum íbúðir sem verði þá hluti af þessum verkefnum og við náum þá í raun tvenns konar markmiðum báðum í einu. Annars vegar markmiðum að þessi félög fái tækifæri til þess að gera sitt til þess að stuðla fjölbreyttari húsnæðismarkaði með því til dæmis tilviki Búseta að byggja búseturéttaríbúðir og síðan náum við þá markmiði að fjölga félagslegu leiguhúsnæði í eigu félagsbústaða en þetta í bland nær líka þessum markmiðum félagslega blöndun sem svo mikilvæg og við getum sagt að sé einn af lærdómum sögunar þegar átak í húsnæðis- og búsetumálum annars vegar að við séum ekki að byggja fyrir einhverja hópa alla á einum stað heldur blöndum á öll svæði. Tíðindin sem hafa orðið til dæmis í búsetasamningunum eru þau að Búseti að fara að byggja 250 íbúðir en við gerum með því að úthluta þeim lóðum samninga að fá sem hlut af þeim verkefnum 47 íbúðir sem að við vitum öll að hefði gengið erfiðlega að kaupa á almennum markaði. Og þannig sláum við 2 flugur í einu höggi, fáum þessar búseturéttaríbúðir og síðan almennar félagslegar íbúðir. Við gætum verið að sjá kannski 70 til 80 íbúðir í Vesturbuktaverkefninu og Kirkjusandsverkefninu og það hluti af verkefninu sem við erum að vinna með verkalýðshreyfingunni, ASÍ, til dæmis upp í Spöng og í Úlfarsadalnum en verður líka annars staðar þar sem að við munum byggja upp þessar 1000 leiguíbúðir með ASÍ að á hverjum og einum reit sem við úthlutum fyrir það að þá munum við fá inn í eignasafn félagsbústaða félagslega leiguíbúðir og það veitir ekkert af því að við höfum sett okkur markmið byggt á þarfagreiningu sem að hefur nýlega verið uppfærð fyrir velferðarsvið og var lögð fram og dagsett 7. október 2016 að við viljum fjölga félagslegum leiguíbúðum það bil 500 en sérstökum búsetuúrræðum líka sem eru þá fyrir fatlað fólk og fólk með svona meiri þjónustuþarfir inn í íbúðirnar. Þannig að alls gerir þetta sig á rúmlega 600 íbúðir þannig að við værum að sjá þeim fjölga á næstu árum. Þegar kemur að óþolinmæði út af þessu að þá finn ég þetta fyrir henni líka og þess vegna erum við að fara þessar nýju leiðir. Ég út af fyrir sig fagna því ef að borgarfulltrúar eða aðrir setja fram hugmyndir að fleiri og fjölbreyttari leiðum til þess að fjölga íbúðum hraðar.
Við munum aftur taka upp samtal við Íbúðalánasjóð varðandi kaup á fleiri íbúðum þar í lok þessa árs og það var rætt það eins og fram kom í umfjöllun borgarstjórnar og borgarráðs fyrir ári síðan að gera það og eiga reglulegt samtal því að það getur verið býsna dýrmætt. En stóra myndin sem sagt sú að sem liður í að búa til fjölbreyttan húsnæðismarkað þá erum við að fjölga almennum félagslegu leiguíbúðum, við erum að fjölga sérstökum búsetuúrræðum og við fáum nýja þarfagreiningu á þeim núna í byrjun desember, hvað vantar mikið þar á næstu árum. Við erum með töluverða fjármuni inn á fjárhagsáætlun og fjárfestingaráætlun félagsbústaða til þess að mæta þessum útgjöldum og viljum í raun gera þetta eins hratt og hægt þannig að áætlanir félagsbústaða þeim er stillt þannig upp að ef félagsbústaðir treysta sér til þess að fara hraðar að þá munum við tryggja þá fjármuni sem þarf til þess að fylgja þeim áætlunum eftir. Verkalýðshreyfingin ætlar svo að byggja með okkur 1000 íbúðir og félagslega leiguíbúðir koma þá til viðbótar við það. Stúdentar ætla að byggja 1000 íbúðir líka og við munum líka með samningum tryggja okkur allavega úthlutun á einhverjum hluta þeirra íbúða eða eins og í dæmi Háskólans í Reykjavík þar sem við sömdum að fá í raun 20 íbúðir á svæði Háskólans í Reykjavík til þess að byggja á vegum félagsbústaða. Búseta hef ég fjallað en þriðji parturinn þarna síðan sérstöku húsaleigubæturnar. Þær eru að breytast núna þannig að stuðningurinn við hvern og einn að hækka með hækkandi almennum húsaleigubótum og nýju reglunum okkar. Áður voru sérstöku húsaleigubæturnar í raun hugsaðar sem biðlistabætur. Það er að segja bætur til þeirra sem væri á biðlista eftir félagslegu húsnæði og að einhverju leyti var hugsunin svo að þær kæmu í staðinn. Það sem svolítið umhugsunarvert að allir sem hafa sérstakar margir sem hafa sérstakar húsaleigubætur eru þó jafnframt á þessum biðlistum. Þannig að við erum með inn á biðlistunum bæði fólk sem í brýnni þörf eða húsnæðiseklu og sem í íbúðum sem það vill kannski vera áfram á sérstökum húsaleigubótum. Og ég hef velt því upp að kannski þurfa að gera ákveðna aðgreiningu á þessum biðlistum þannig að biðlistarnir gefi réttari mynd. En þetta var umræðan félagslega leiguíbúðir. Við sjáum hér að við höfum fengið góða gesti í Hagaskóla sem eru kennarar úr Reykjavík sem eru komnir af samstöðufundi í Háskólabíó og við bjóðum þá bara hjartanlega velkomna. Við ræddum raunar kjaramál hér áðan í upphafi fundar undir umræðu kjararáð. Við skiljum mjög þá óþreyju sem að eftir nýjum kjarasamningi og kauphækkunum. Ég hef sjálfur átt ýmis samtöl við fjölmarga kennara og skólafólk á undanförnum dögum og það eru auðvitað mjög mismunandi sjónarmið en það sem kannski breytingin í þróun umræðunnar á undanförnum mánuðum að núna alveg skýrt að minnst í mínum huga að krafan hærra kaup ber hæst og kannski hærra heldur en ýmsa aðra þætti sem þarf samt líka að ræða. Eins og þið vitið þá vísaði samninganefnd kennara málinu til sáttasemjara í byrjun síðustu viku. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir að ríkissáttasemjari tekur við verkstjórn á samningagerðinni og getur ýmist leitt hana til lykta eða sett fram miðlunartillögu sjálf. Reglurnar það þegar mál eru komin til ríkissáttasemjara gera hins vegar ráð fyrir því að aðilar málsins, bæði samninganefndirnar og við til dæmis forystumenn sveitarfélaganna, einhverju leyti líka kennara, að til okkar beint þeim tilmælum að gefa þann vinnufrið við samningaborðið að við tjáum okkur minna efnisatriði málsins heldur en þegar málið í hefðbundnu
samningaferli milli samninganefndina. Og ég tekið eftir því að sumir hafa saknað þess að við höfum ekki verið berorðari í umræðinu eftir að málið fór til ríkissáttasemjara, en það sem sagt ástæðan fyrir því að það ríkir svokölluð friðarskylda þegar málin eru þar inn á borði. En það er gott að sjá okkur öll. Við finnum fyrir samstöðu meðal kennara og við höfum komið þeirri hvatningu bæði til samninganefndar sveitarfélaga sem fer með málið fyrir hönd sveitarfélagana og til samninganefndar kennara að við viljum sjá samning og það sem fyrst. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir yfirliti sem ég hef reyndar heyrt nokkrum sinnum áður, en saknaði þess að fá ekki svör við spurningunum tveimur. Annars vegar hvort hann hefði upplýsingar þessa fjölgun sem hefur orðið að biðlista eftir félagslega almennu leiguhúsnæði á þessu ári og hins vegar þessa 47 íbúðir sem keyptar voru á Íbúðalánasjóði á gamlársdag, hvort að þær væru lausar og komnar í endurútleigu. Ég svo sem átta mig á því að hann kannski ekki með svörin tiltæk, en þá væntanlega mun hann svara því í borgarráði á fimmtudaginn, það var ágætt. Varðandi að horfið hafi verið frá þeirri stefnu að kaupa 100 íbúðir á ári, eins og var hjá Félagsbústöðum fram til ársins 2009-10, að það er vegna þessar skekkju sem er í húsnæðisstefnu borgarinnar, þar sem talað er það að það eigi ekki að kaupa, heldur að leigja á almennum markaði, því að með leigun á almennum markaði og sértækum húsaleigubótum sé leigan svo sama. Það sem gerist hins vegar stuttu eftir, jafnvel 1-2 mánuði eftir að húsnæðisstefnan er samþykkt, að þá hækkar leigan verulega á almenna leigumarkaðnum og það minnkar framboðið töluvert. Þannig að það sem var ekki brugðist í rauninni við þessu og ekki farið í það að kaupa þessar litlu íbúðir sem voru á markaðnum á þeim tíma sem við þekkjum að fasteignafélögin ryksuðu, var líka meðal annars út af þeirri stefnu borgarinnar og Félagsbústaða að kaupa ekki íbúðir í kjöllurum og risum, en þar eru aðallega þessar litlu íbúðir. Við þekkjum það auðvitað að árinu 2011 færðust málefni fatlaðra yfir til sveitarfélagana, en borgin keypti líka á því ári eignir af ríkinu, en það sést alveg á heimasíðu Félagsbústaða hvernig fækkunin hefur orðið. Mér finnst hins vegar það að við getum ekki mikið dvalið í þessari fortíð, en við þurfum auðvitað að passa okkur á því í framtíðinni mun ekki svona hlutir gerast aftur. Og það er í rauninni tvennt sem við þurfum að passa okkur á. Borgin þarf að vera meðvitaðri að uppdeita sig þegar hlutirnir gerast hratt eins og á fasteignamarkaðnum, og síðan er það núna hvernig við getum brugðist við vegna þess að það mun taka tíma að byggja þetta húsnæði sem borgarstjóri taldi hér upp á áðan sem borgin mun í rauninni kaupa. Hvort það er eitthvað sem við getum gert til þess að hraða þessu, fyrst að ástandi er þannig að það er lítið hægt að kaupa. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, mér þætti nú vænt að fá þessar spurningar skriflegar. Það er rétt til getið, ég er ekki með frekari greiningu á biðlistanum. Ég heldur hvað margir eru með sérstakar húsaleigubætur sem eru á biðlistanum, en það væri áhugavert að fá það fyrir umræðuna í framhaldinu. Því mig grunar að við séum ekki að ræða húsnæðismálin í síðasta sinn. Í öðru lagi varðandi Íbúðalánasjóðs íbúðirnar að þá væri líka fínt að fá það skriflegt. Varðandi kjallara og risregluna þá er það alveg rétt. Þetta hefur verið þumalputtaregla lengi, það hefur aðeins verið vikið út frá henni núna og framkvæmdastjóri Félagsbústaða hefur bara sýnt í skilning að við viljum kaupa allt sem við komum hendi yfir, en hann hefur líka leyft okkur að fylgjast með því að reynslan er mismunandi. Það geta verið bæði lekamál og annað, þannig að það er kannski líka hægt að kalla eftir því bara, en stefnan er ekkert óbreytt við Félagsbústaða að kaupa kjallara og ris ef þeir líst á það, en þeir hafa ákveðin fyrirvara og þeim sýnist að viðhalds- og viðgerðarreikningurinn sé hærri þar heldur en almennt. En ég er ekki besti maðurinn kannski til að spurja nákvæmlega það, en það er hægt að fá svör við því líka ef óskað er eftir. Varðandi það að hraða hlutunum, að þá
ítreka ég það að við erum að reyna að gera það með því að tengja okkur inn í sem flest önnur verkefni. Við höfum líka sendt skilaboð til Félagsbústaða að ræða við fasteignafélögin á byggingarstigi og ég veit að það hefur verið gert. Verðhugmyndir hins vegar ýmissa þróunaraðila eru það miklar að mér sýnustu öll að þetta verði að vera hluta megin forsendunum í upphafi. Þannig að þegar við förum að úthluta Hraunbæ 103 og lóðun okkar niður á Rúfraut, þá held ég að við bara skilgreina fyrirfram hvað við ætlum að fá út úr þessum margar íbúðir fyrir félagsbústaði og hvað þær eiga að kosta og það hafi síðan bara áhrif á lóðaverðið. Þá er borgarstjóri lokið við það að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið og næstu á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði bara örstutt kannski að leiðrétta og jafnvel verja ágæta oddvita vor borgarfulltrúa Halldór Halldórsson. Þar sem að borgarstjóri fullyrti að hann hafi sagt að það hefði engar íbúðir verið byggðar frá 2010. Þarna er ekki rétt eftir haft. Það sem hann sagði vissulega og svo má maður hafa mismunandi smekk fyrir því hversu sanngjarnt er kannski að taka full dramatískt til orða, er að hafa sagði hann að ekkert hefði gerst. En útskýrir síðan þar sem hann meinar og telur saman allar þær félagslegu íbúðir sem hafa verið byggðar, þar sem þær eru gróflega 10 á ári í staðinn fyrir 100 á ári eins og stefnan er. Og það má auðvitað kannski alveg fætta fingur út í það að 70 íbúðir á 7 árum er vissulega ekki neitt, en eru auðvitað langur vegur frá því að vera 700 eins og stefnan var og myndi ef að stefnan hefði staðist hafa þá auðvitað fleiri íbúðir og færri á biðlista og allt eins og hefur verið rætt margoft. Þannig ég vildi bara að það myndi ekki standa hérna gagnrýnislaust að það var vissulega ekki þannig að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hafi fullyrt að engar íbúðir hafi verið byggðar, en hann orðaði svo að ekkert hafi gerst þar sem að 70 íbúðir á 7 árum hafi verið byggðar en ekki 700 og lág honum hver sem vill. Takk. Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ítreka það bara að við kannski ræðum þetta betur þegar Halldór er viðstaddur, Halldórsson, borgarfulltrúi, en það mátti ekki skilja öðruvísi en það að íbúðum hefði ekkert fjölgað frá 2010 og mér finnst mikilvægt að leiðrétta það, en leið að halda því til haga að það var beinlínis stefnan að bæta ekki við í tíð Sjálfstæðisflokksins strax eftir hrun og það var af alþekktum ástæðum, það var hrun og við vorum kannski ekki færum til að kaupa heldur. Og síðan þegar að stefnan var sett hérna 2011 í mikilli sátt að þá voru línurnar lagðar þannig að mæta fólki með sérstökum húsaleigubótum frekari kaupum á félagslegu leiguhúsnæði, en það var endurskoðað 2013. Þannig að það eru þessi síðustu ár sem við erum að fjölga, við viðurkennum að það gengur illa að kaupa, það er bara ástæða til að viðurkenna það og það er þess vegna sem við erum að grípa til þessara ráða sem í raun hefur lítið verið beitt síðan borgin byggði í Breiðholti. Að tengja okkur við nýbyggingaverkefni en ekki bara kaupa íbúð hér og íbúð þar. Og það er það sem er nýtt í þessu og það undirstrikar einfaldlega að við ætlum okkur að fjölga þessum íbúðum og gera það eins hratt og við getum. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir næst á mælendaskrá. Borgarfulltrúar, það er rétt sem kom fram hérna í máli borgarstjóra Dags B. Eggertssonar áðan að ég hafi alltaf haft ákveðna skoðun í þessum húsnæðishópi þó að þessar tillögur hafa verið unnar í sátt og mjög margt gott og mikilvægt unnið í því að þá var það alltaf einlæg skoðun mín að það kæmi aldrei neitt í staðinn fyrir
það félagslega hlutverk sveitarfélaga að reka félagslegt leiguhúsnæði. Hins vegar held ég að sú stefnubreyting sem hafi orðið meðal annars með sérstökum húsaleigubótum að það hefði við eðlilegt húsnæðis ástand verið fleiri valkostir sem stæði fólki til boða. Og það fannst mér alltaf góð stefna. Húsnæðisstefnan sem er samþykkt 2011 til 10 ára og gildir út árið 2020 fyrsta stefna sinna tegundar. Stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög, vanræktu algjörlega hlutverk sitt í því að hafa eftirlit með uppbyggingu og þróun á fasteignamarkaði, meðal annars með atriðum eins og niðurlagningu Þjóðhagsstofnunar og fleiri atriða sem höfðu áhrif á þetta. Og afleiðingarna þekkjum við öll sem hér sitjum. Fasteignabólan var ein af ástæðum efnahagshrunsins og fjálgursleg loforð 90% og 100% lán til fólks sem hafði síðan gefna á að borga það, sem við endum síðan á að borga, við sem borgum skatta. Þannig að þetta hafði afdrifaríkar afleiðingu fyrir Reykvíkinga, þessi þróun, og sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu tóku fullan þátt í þessu með því að vera í samkeppni íbúan og gera öll ráð fyrir öll fjölgunin á höfuðborgarsvæðinu yrði í sínu sveitarfélagi. Þannig að fólk var nú ekki einu svona að tala saman. Eftir að húsnæðisstefnan var samþykkt, og hún var samþykkt af öllum flokkum sem þá áttu sæti í borgarstjórn, að þá vissulega varð ákveðin stefnubreyting vegna þess að það svona kannski kom í ljós að það náttúrulega alltaf ástæða til að byggja félagslegt leiguhúsnæði og fjölga því í einhver eðlilegri þróun við fjölgun íbúa. En það neyðarástand sem birtist í kjölfar hrunsins mjög erfitt að segja að það sé á ábyrgð Reykjavíkurborgar, hvernig kom fyrir fólki efnahagslega í landinu á þeim tíma. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri minntist aðeins á þessa vinnu við aðskilja reglur félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur. Sú vinna bara langt komin. Við erum áramót að fara að greiða samkvæmt nýjum húsnæðisbótalögum, nýjum húsnæðisstuðningslögum sem taka gildi 1. janúar og þá verða breytingar jafnframt á sérstökum, það sem núna heitir sérstakur húsnæðisstuðningur, hét á sérstakar húsaleigubætur, og þar af leiðandi verða reglurnar aðskildar. Áður voru þetta sömu reglur, en núna verða þær aðskildar og þá fáum við vonandi betri yfirsýn yfir það hverjir vissulega að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði eða hverjir eru inn á biðlistum vegna þess að þeir óska eftir að fá sérstakan húsnæðisstuðning. Það sem líka mikilvægt í því að við erum aðeins að útvíkka hópinn. Það eru mjög ströng skilyrði eins og þið þekkið fyrir að yfir höfuð komast inn á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og sveitarfélögum. Mjög ströng skilyrði tekjur, auk þess sem þarf að liggja fyrir mat og félagslegum aðstæðum. Og það sem við gerum í rauninni núna með sértæka húsnæðisstuðninginn að grípa kannski fólki sem aðeins á milli. Þannig að við setjum aðeins í við hærri tekjuviðmið þar og ætlum kannski aðeins að reyna að grípa hópinn þá líka sem að gæti átt inni rétt hjá leigufélögum hjá ASÍ og svo framvegis og setjum líka inn svona tekjubil sem að fólk getur verið án þess að detta algjörlega út. Núna það bara þannig, það bara ein tala og þú fær bara fullan stuðning eða engan stuðning, en þessi stuðningu verður svona aflíðandi í sambland við tekjur, þannig að þetta verður svona eftir þörfum hverju sinni. Þannig ég hef mikla trú á þessu, en annars tek ég bara undir það sem að borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir sagði að auðvitað hefði maður átt að byrja fyrr en fyrir þessu voru ýmsar ástæður eins og hafa verið raktar hér, en núna lítið annað en að fylgja eftir þeirri stefnumótun sem að liggur fyrir fjölgun félagslegra leiguíbúða og vera vakandi fyrir skapandi og öðruvísu og nýjum lausnum. Ég held að það sé alltaf gott í öllu. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst og síðust á mælendaskrá.
frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Hér erum við að ræða stöðu á félagslegu húsnæði og það hefur margt verið sagt. Það var mjög gott að borgarstjóri og Guðfinna Jóhanna settu þennan svona skýrðu hlutina nánar, hvernig á þau og þó okkur greini á hvaða leiðir sé hægt að fara. Það eru nokkrir hlutir sem standa upp úr. Það er annars vegar ákall borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur það að við setjumst niður saman og ræðum aðrar lausnir heldur en er búið að vera að leggja á borðið núna. Það er ljóst að þetta verkefni sem eins og verið að vinna þessu, það er bara ekki að skila úrlausnum fyrir þennan hóp nægilega fljótt. Og ég bara efast að með við þann gang sem er á þessu, herra borgarstjóri, að við náum því á þessu kjörtímabili. Því miður. Annað sem ég vil náttúrulega leiðrétta borgarfulltrúann Elínu Oddnýju varðandi þessa forsendu sem hún var að fara yfir húsnæðismálin. Þar sem það er alveg ljóst að það var þensla á fasteignamarkaði tvívegis fyrir hrun, allavega svona það byrjaði í kringum 1992 bara með aukinni hreyfingu og fleiri fólksflutningum til Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins og síðan náttúrulega aftur í aðdraganda þess að bæði að Íbúðalánasjóður láði hana 90%. En höfum það í huga, borgarfulltrúi Elín Oddný og allir borgarfulltrúar, þegar Íbúðalánasjóður fer að lána 90%, þá eru hámarkslánin 8 milljónir og þau fara hæst upp í 16 milljónir. Það sem olli þenslu á markanum var fyrst og fremst innkoma bankana með 4,15% vexti. Þetta liggur fyrir rannsóknarskýrsla Alþingis sem tekur af vel tvímæli það. Síðan gerist það að því miður að þá náttúrulega tóku margir 100% lán og þetta fólk hefur margir hverjir mist eignirnar sínar á nauðungarsölu. Margir hverjir þessara einstaklinga fóru í gegnum umboðsmann skuldara. Þar sem að lagt var ofurkapp á, þar sem þeir gátu ekki staðið við greiðslubyrði sína á þessum tímapunkti að losa sig við eignirnar. Og mjög margir losuðu sig við eignirnar með því að reyna að koma náttúrulega hjá nauðungarsölu, seldu þær á hrakvirði eftir hrun og hrakvirði til hverra? Jú, til fjárfestingarsjóða sem að keyptu þessa eignir. Ef að viðkomandi hefði ekki nýtt sér skuldaúrræði umboðsmanns skuldara og setið á eignunum, jafnvel með dráttarvöxtum og reynda bara semja við bankan endalaust eins og svo sem hægt, að þá væri fasteignahækkunin sem nú hefur orðið búin að skila því að viðkomandi gæti selt íbúðina sína án þess að vera með skuldarklafa á bakinu. Þannig að öll umræðum lyklalög og eitthvað slíkt væri bara hreinlega óþarf. En því miður að þá var þetta úrræðis umboðsmanns skuldara bara skammgóður vermir þegar maður pissar í skóinn sinn. Það sem mér finnst mjög sorglegt og erfitt einhvern veginn að horfa fram á og ég er ekki að skammast út í félagsbústað að hafa keypt þessa 47 íbúðir. Ég vildi miklu frekar síðust áramót og trúið mér, ég vil miklu frekar að félagsbústaði sé að kaupa þessar íbúðir heldur en BK fasteignir eða Gamma eða önnur félög. En við skulum alltaf hafa því í huga að fólkið sem býr í þessum íbúðum, hvort sem það er félagsbústaður sem að kaupa það eða fjárfestingarsjóðurinn BK fasteignir sem keypti eitthvað 150 á síðasta ári. Þetta er fólk sem var að missa eignirnar sínar, sem misti eignirnar sínar á nauðungarsölu. Þetta er fólkið sem misti vinnuna sína, sem þurfti mögulega að sækja framfærslu til sveitarfélagana. Þetta er fólkið sem eru okkar umbjóðendur. Og þetta eldir svolítið skottið á sjálfum sér því að það missir eignirnar sínar og það er alveg ljóst að með eins og staðan á leigumarkaði í dag, hún er ekki svo að þetta fólk sem er í vanskilum og missir eignirnar sínar getur farið út á hinn almenna leigumarkað. Þannig að það verða skjólstæðingar velferðarþjónustu Reykjavíkur.
þetta fólki sem fer á biðlista hjá okkur eftir félagslegu húsnæði. Þannig að þegar við kaupum 47 íbúðir áramótin þá eykst væntanlega 47 fjölskyldur eða einstaklinga biðlistin hjá okkur á velferðarsviði. Og ég veit ekki hvort það sé hægt að finna einhverja lausn til þess að koma í veg fyrir svona. Auðvitað hefði maður vilja sjá þá að fólki hefði bara möguleika á að búa áfram í sínum íbúðum, en þá náttúrulega erum við að fara gegn biðlistunum, þar að segja forgangsröðun eftir því hvað er búin að vera lengi á biðlista og annað slíkt. Að það eru svo margir vinklar í þessari húsnæðisumræðu. Og einn vinkillinn, þrátt fyrir það að ég hafi gagnrýnt það bæði á skóla- og frístundasviði og í borgarráði síðustu viku að mér fannst skýrsla Rauða krossins vera illa unnin að mörgu leyti, þá samt rauði þráðurinn í þeirri skýrslu eru það að erfiðleikar sem tengjast húsnæðismálum eru rauði þráðurinn í henni. Og þar sem sérstaklega tekið fram að hægir þeirra laga settu sem búa í Reykjavík endurspeglast í þessari búsetu úrræða vandræðu. Og það náttúrulega talað um ógnvænlegan húsnæðisskort. Ég sakna þess, og nú getur maður alltaf sagt, og ég veit að það ekki mjög skemmtilegt að stunda pólitík í efum, en efa stendur okkur alltaf mjög nálægt. Við þurfum einhvern veginn að taka á hlutunum með þeim hætti og eiga þetta samtal, og við verum að hleypa minni hlutunum að þessu samtali, til þess að finna aðra lausnir. Það hefði verið hægt, og nú ég ekki sakast í Reykjavíkurborg, Alþingi hefði geta haft það í hendur sér 2009, 10 og 11 að setja lög þannig að félögum og sjóðum sem starfa til dæmis samkvæmt eftirliti fjármálaeftirlitsins væri óheimilt að fjárfesta í íbúðarhúsnæði. Þannig að við leyfðum ekki félögum, hvort sem það eru einkahlutafélög eða almenningshlutafélög eða sjóðir, að vaða eins og fílar í postulínsbúð á húsnæðismarkaðnum okkar. Það væri allt í lagi að þau keyptu verslunarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. En mér finnst þetta raunverulega það sem hefur bitið okkur hvað harðast. Og það að síðast að þrátt fyrir, og nú segi ég, þrátt fyrir fjárhagsvandræði og erfiða rekstrarstöðu Reykjavíkurborgar á síðasta kjörtímabili, að við skulum hafa brugðist skyldu okkar í að fjárfesta í félagslegu húsnæði, það ákvörðun sem að ná okkur enn þann dag í dag. Og hún hefur valdið okkur miklu fjártjóni vegna þess að fasteignaverðið á 2, 3, 4 og 5 herbergja íbúðum, hver svo sem skilgreiningin á þau sem við þurfum að kaupa til þess að uppfylla okkar biðlista, fyrir 7 árum. Réttið upp hönd sá sem hefði ekki viljað kaupa sér íbúð í dag á fasteignaverði fyrir 7 árum. Því þá væri félagsbústaður búin að geta skila miklu meiri, allavega reiknuðum hagnað í sínum bókum. Bara því miður, og ég myndi vilja bara að það væri bara farið fram afsökunarbeiðni, bara okkur finnst leitt að við skildum ekki hafa fjárfest í þessum 100 íbúðum þegar kauptækifæri voru á markaði. En nóg það, þessi húsnæðisumræða tengist alltaf inn í fátæktina, hún tengist inn í þá hópa samfélagsins þar sem að fólk má sín sem minnst. Alveg eins og við ræddum NPA-þjónustuna hér áðan, þá þetta hópur sem við þurfum að sinna. Það lögbundin skylda okkar að sinna þessu hlutverki og við verðum að rækja hana eða þá bara að reyna að óska eftir lagabreytingum og viljum ekki sjá hana þátt. En ég trúi því að þessi hópur hér, 15 manns sem sitja saman í Borgarstjórn Reykjavíkur, geti fundið lausnir og leiðir til þess að koma fram með hugmyndir til þess að leysa þennan húsnæðisvanda eftir félagslegu húsnæði. En við verðum þá líka að gera það og við verðum að gera það saman. Borgarfulltrúin Eva Einarsdóttir óskaði hérna eftir samtali og skildi ekki æsingi í málflutningi mínum og það alltaf leið. Ég hér að bjóða fram samtal
við meirihlutann til þess að við finnum aðra leiðir. En það er ekki bara svona my way or the highway. Við verðum að setjast saman niður og tala og finna leiðina því að hún er til. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Svona úr því að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn á skýrslu Rauða krossins, ég ætlaði nú ekki að ræða hana hér, en þar er ennþá verið að glíma við afleiðingar einsleitrar uppbyggingar í húsnæðismálum með mikla samþjöppun af félagslegu leiguhúsnæði á einum stað án þess að gæta félagslegri blöndun. Ástæða þess að félagsleg blöndun er inn í stefnumörkun velferðarsviðs og félagsbústaða þar af leiðandi er ekki úr lausu lofti gripin. Og þar erum við með þriðju kynslóð fólks sem elst upp í félagslegu leiguhúsnæði á einhvers konar framfærslu vegna þess að samfélagið hefur mótandi áhrif á einstaklinginn. Þannig að þetta er að vissulega erfitt verkefni að tryggja uppbyggingu og fjölga íbúðum en gera það þannig að það sé eðlilegt að fólk með alls konar tekjur og bakgrunn búi á alls konar svæðum. Ég held að ef þessi Rauða kross skýrsla á mánu bæði og teknum undir gagnrýni Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa á margt sem þar kemur fram, að þar er ekki síður við að glíma afleiðingar skipulags þess tíma þar sem félagsleg einsleitni réð ríkjum. Þannig að efast að fólk vilji fara þangað. En nýjar lausnir og leiðir eins og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson benti á í sinni ræðu með því að kaupa sig inn í verkefni víða borg og tryggja blöndun félagslegs leiguhúsnæðis í bland við annað húsnæði, það er mikilvægt verkefni. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við það að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 6. mál á dagskrá.